Herði, þá höldum við áfram að með lotu 3. Þetta er betur. Ok, lota 3. Þannig að það sem vorum að tala um var það að þau eru með einingarhring með stefnuhorn svona. Þá var hægt að skrifa hann svona. Ok, og við vitum að ef við erum með vegur og ef við ætlum að finna hallatöluna á þessu vegri, hvernig fannum maður eftir hallatöluna? Þannig að hallatalan, og það var y-gildið deilt með x-gildinu. Þannig að hallatalan fyrir svona vegur ætti að vera sínus af þetta deilt með kos af þetta. Og við vitum að sínus af þetta deilt með kos af þetta er ekkert annað en tangens af þetta. Þetta er bara hvernig tangens er skilgreind. Þannig að þá sjáum við að hallatalan er það sama og tangens. Þannig að við ætlum að skrifa þetta hérna. Hallatala vegurs sama sem tangens af stefnuhorninu. Ok, og við getum líka hérna skrifað ef við erum með vegur U sem er með UX og UY, og þá er hallatalan hans fundin einmitt eins og ég var að segja áðan, y-gildið deilt með x-gildinu. Ok, þannig að tökum núna hérna smá dæmi og tökum það bara hérna til hliðar og segjum að vera með vegur B sem er svona -7, 5 og við eigum að finna stefnuhornið. Ok, stefnuhorn. Þannig að við sjáum ef við fyrir til hliðar, þá sjáum við hérna stefnuhornið. Þannig að við getum notað þessa hérna jöfnunni til þess að finna þetta þeta hér. Og þá séu ég þarf að vita þá hérna hallatöluna. Þannig ég ætla að finna hallatöluna fyrir vegur B og það er ekkert annað en 5 deilt með -7. Ég get þá sagt að þetta er þá tan í -1 af 5 deilt með -7. Nú er ég bara að nota þessa eina reglu. Til þess að finna þetta þá þarf ég að gera tan í -1 til þess að losna þetta tan. Og það sem ég fæ hérna út úr þessu er -35,5 gráður. Nema það, og hérna þurfa þið að passa ykkur vel. Þetta er ekki rétt svar. Og það sem maður þarf eiginlega að átta sig á er það er ákveðnar takmarkanir á þessari aðferð. En þegar ef þið ímyndið ykkur er með vegurinn 3, 3 og ef þið vegurinn -3, -3 að þá eru þessi vegurar með sömu hallatölu. Þeir eru báðir með sömu hallatölu en þeir eru með allt aðra stefnu. 3, 3 er svona, -3, -3 er svona. Og það sem er að gerast hérna er að við erum ekki að fá rétta stefnuhornið. Við erum að fá eiginlega stefnuna fyrir vegur sem er að stefna í andstæða átt. Þannig að við skoðum þetta aðeins betur til þar. Vegurinn -7,5 hann er einhvern veginn svona. Þetta er vegurinn B. Þannig að hann ætti að vera með stefnuhorn að sjá ef að vegurinn stefnir í þess átt þá er 0 gráður. Ef hann stefnir beint upp þá er 90 gráður. Ef hann er til vinstri þá er 180 gráður. Þetta verður eitthvað 140 gráður eitthvað svo leiðis. En við erum að fá -35. Það sem er að gerast í það er að við erum að fá stefnuhornið af þessum vegri sem er þá -B. Við munum að stefnuhorn eru mæld út frá þessum lárétta línu. Þannig að þetta hérna horn, þetta er þessar 35 gráður. 35,5. En við viljum finna þetta hérna horn. Ok, þannig að við vitum það að hornið frá þessi vegri alla leiðina yfir hinn vegurinn, það er 180 gráður af því þeir eru í beinni línu. Þannig ég get sagt hérna að rétt stefnuhorn, þetta, það hlýtur það að vera 180 gráður, það er þess að allur þessu hálfur hringur
og bara mínus þessi hérna partur, mínus 35,5 og þá fá ég út að þetta er 144,5 gráður sem passa við það sem ég var að svona meta út bara frá augunum. Þannig hérna eru komið rétt svar. Herru, tölum næst fjórðunga hnitakerfis og við teiknum hérna upp bara okkar hring hérna og þá séu að þá skiptist þetta í fjórðunga hnitakerfið. Þetta er fyrsti fjórðungur, þetta er fjórðungur 2, þetta er fyrir rangsalis, hérna er 3 og hérna er 4. Ok, þannig höfum þetta í huga. Nú það sem við erum að gera núna er að skoða hérna dæmi sem tengist einmitt þessum fjórðungum. Við ætlum að skoða dæmi þar sem kósinus af einhverju horni þeta er 0,5. Ok. Og þannig að við teikna hérna aftur ring, fallegur ringur. Þannig að við munum þetta til x, þetta er y og við þurfum að muna að kósinus af horni, það er alltaf x-gildið. Þannig að hérna erum við að segja að x-gildið á okkur punkti er 0,5. Við vitum að hérna er 1, hérna er mínus 1, þannig að 0,5 er eitthvað þar hérna. Þannig að hérna á hringnum er x-gildið 0,5 og líka þetta hérna. Þannig að það sem við erum að vinna hérna með, við erum að segja það, hornið þetta, það er í annarkvort fyrsta eða fjórðungi. Út frá því að x-gildið, eða kósinus af horninu, það er x-gildið, það er 0,5, þá bara förum það sem x er 0,5, finnum hérna punkta á hringnum og þá veitum við erum í fyrsta fjórðungi eða fjórða fjórðungi. Ok. Tökum núna fyrir, segjum að sínus af horni sé mínus 0,3. Ok, þannig að hérna erum við sínus, fyrirgefið. Svona, hérna erum við sínus og við veitum að sínusinn það er þá y-gildið. Þannig að við þurfum að finna punkt á hringnum þar sem y-gildið er mínus 0,3. Nú, hérna er 1, hérna er mínus 1, hérna er 0, þannig að mínus 0,3 er eitthvað þar hérna. Þannig ég get farið enga til hliðar. Ég ætla að merkja þetta bara með svona stjörnu. Þannig að við erum með 2 punkt, þennan punkt og þennan punkt. Í þessum 2 punktum þá er y-gildið mínus 0,3. Þá get ég sagt að þetta og þetta er í hvað? Þetta er í þriðja eða fjórða fjórðungi. Ok. Tökum núna eitt dæmi viðbót þar sem við þurfum að finna hérna lausnir á ákveðnu dæmi, þess að við erum að nota andhverf hornaföll eða það sem kallast arkar-sínus eða arkar-kósinus og það var nýtt dæmi. Þannig að við erum með að sínus á einhverju horni þeta er sama sem 0,8. Ok, og við erum að finna alla lausnir á þeta. Og það sem maður getur gert hérna þá er að við getum að setja þeta er sama sem sínus af mínus fyrsta af 0,8. Setjum í reiknivélina, pössum okkur hvort við séum að nota gráður eða radíana. Þannig að í þessu tilviti þá vil ég fara að fá gráður út. Þannig ég myndi hafa stilt á D eða deg í reiknivélinni og þetta er 53,1 gráða. Nú þetta er ein lausn,
en það er til önnur lausn. Þegar ég skoða hérna einingarhringinn nú aftur, skoðum við hérna, sínus af horninu er 0,8. Munum, sínus, þetta er y-gildið. Hérna er y1, hérna er y-1. Þannig að við erum eitthvað stæðri cirka bara þessari hæð. Þannig að við erum með punkt hérna eða punkt hérna. Þannig að það sem við vorum að finna út núna, við vorum að finna út þetta hérna út. Þetta horn er 53,1 gráða. En við erum líka með hérna punkt. Þannig að við þurfum að spyrja okkur, hvað er þetta hérna horn stórt, hérna frá og hingað? Ok, hvað er það stórt? Nú sjáum að þessar tvær línur hérna sem fara út þessa punkti, þetta er svona hálfgerðar spegilmyndir. Og það þýðir það að þetta hérna horn, þetta er líka 53,1 gráða, þessi hérna partur. Og það þýðir að þetta hérna horn, það er að segja frá þessari línu, hinga niður, það hlýtur að vera 180 gráður, það er allur hringurinn eða hálfur hringurinn, mínus þessi hérna partur. Þannig ég get sagt að þetta er sama á 180 gráður mínus 53,1, þá fæ ég út 126,9 gráður. Þannig við erum komið 2 svör fyrir þetta.